hingað er kominn Stefán Ólafsson, prófessor. Sæll Stefán. Við ætlum að tala aðeins aðallega finnsku leiðina sem að Finnar notuðu út úr kreppu, en við ætlum að byrja hér á svolítið mögnuðu línuriti sem sýnir skuldasögu Íslands. Já, þetta mynd sem að sýnir erlendar skuldir þjóðarbúsins frá stofnun lýðveldisins strax eftir seinni heimsstyrjöld, og þetta sýnt sem hlutfall af þjóðarframleiðslu. Og þetta segir svona eiginlega þessa sögu þess sem að hefur verið að gerast undanfarið, hvað þetta stórt í þessu samhengi. Íslendingar byrja sögu sína sem sjálfstæð þjóð sem nær skuldlaus. Við erum með innan við 1% af þjóðarframleiðslu í erlendar skuldir í stríðslok og áttum að auki sjóði erlendis eftir að hafa selt Bretum fisk. Síðan sýnir myndin að erlendar skuldir aukast bara hægt og rólega eins og var almennt vestrænar þjóðir á eftirstríðsárunum. Það svolítið athyglisvert að sjá þarna það sem segir kreppan 1967-9 sem var mikið áfall hér hjá okkur á Íslandi, síldarstofninn hrundi og mikil kreppa. Þjóðarframleiðslan dróst þá saman cirka 10%. Erlendar skuldir jukust aðeins, en í þessu samhengi sem á myndinni þá það varla merkjanlegt. Smá þúfa sem að kemur þarna. En svo sjáum við þegar við förum lengra til hægri á myndinni, nær nútímanum, að til tíðinda dregur þegar að einkavæðing bankanna hefst frá og með 1998. Þá koma einkaaðilar inn sem hlutaeigendur á móti ríkinu. Og þá fer skuldsetningin að aukast, en ekkert gríðarlega mikið samt, en það samt meiri aukning heldur en verið hafði áður á eftirstríðstímanum. Og síðan þegar 2003 búið að selja bankana endanlega, þá eins og skrattinn sé laus og skuldakúrfan hún bara tekur stefnuna til himna eftir 2003, og strax árið 2005 Ísland orðið skuldugasta land í heimi. Og síðan þá hafa skuldirnar í hlutfalli við þjóðarframleiðslu tvöfaldast. Þetta sýnir náttúrulega bara að menn kunnu ekki fótum sínu forráð. Já, ef ég ekki heimilið mitt svona, þá væri konan líklega farin frá mér. Já, það akkurat þannig sem menn eiga að hugsa þetta. Breskur hagfræðiprófessor í London, Robert Wade, sagði þetta nákvæmlega það, að Íslendingar eftir að bankarnir voru einkavæddir, þá tókuðu til við skuldasöfnun rétt eins og morgundagurinn myndi aldrei renna upp. Það eins og hafði aldrei átt að sjá út úr þessu, þannig að þarna var búið til umhverfi sem að fyrir þessa einkavæddu banka raun og veru dálítið róttækt frjálshyggju umhverfi með mjög veikburða ríkisvald til að halda aftur af því, sem að gjörsamlega sleppti sér lausu, og þetta það sem að hefur steypt okkur að þessum barmi þjóðagjaldþrots það sem við stöndum í dag. Já, við ætluðum að ræða finsku leiðina. Finnar áttu við kreppu að glíma þarna eftir að Sovétríkin hrundu og þegar þetta var bankakreppa líka hjá þeim. En það þykir mönnum þykir lærdómsríkt hvernig Finnarnir komast út úr þessu. Já, það alveg rétt, og það sérstaklega held ég mikilvægt fyrir okkur að læra einmitt af þessum frændþjóðum okkar á Norðurlöndum heldur en að líta í aðrar áttir. Þessi kreppa hjá Finnum sem að byrjaði, eins og þú segir, sem bankakreppa fyrst, og svo bættist hrun verslunarinnar sem þeir höfðu átt við Sovétríkin ofan á það. Þetta byrjar 1990, stendur til 94. Þarna lækkaði þjóðarframleiðsla hjá þeim 10%. Kaupmáttur almennings rýrnaði cirka 7–8% á tímabilinu, en atvinnuleysi sem var stærsta afleiðingin og versta, það fór úr 4% og upp í 17–18%. Og sem gríðarlegt og gríðarlega þungt högg. Og þannig að þetta var alvöru kreppa sem kannski svona nærtækast fyrir okkur. Okkar kreppa svolítið öðruvísi, að því að hún fyrst og fremst þessi fjármálakreppa. Finnsku bankarnir lentu í vandræðum og ríkið þurfti að setja fé inn í þá, en þeir voru ekki nærri eins skuldugir eins og íslenska fjármálakerfið, og það var ekki þannig að allt fjármálakerfið hrundi, gjaldmiðillinn eyðilegðist eins og hér orðið, þannig að þetta var mildara, og þeir sigldu inn í þetta með skuldir sem voru miklu minni heldur en það sem við erum að sigla inn í þetta með, þannig en lærdómurinn kannski sem að menn eiga að horfa til
það er svona þrennt sem að mér sýnist að rannsóknir á þessu sem hafa verið mjög ítarlegar hjá Finnum því að þeir vildu læra af þessu til að bæði að taka þetta út og byggja upp á betri grunni til framtíðar. Þeir hafa stundum sagt þetta þannig að orsök alls þessa var slæm stefna sem að var þetta taumlausa fjármálafrelsi á fjármálamarkaðinum sem að var svona eins konar bergmál af reganismanum í Bandaríkjunum og þetta voru margar þjóðir sem að lentu svolítið illa í þessu, Japanir líka og Svíar svolítið. Slæm stefna, slæmir bankar og óheppni. Og Sovétríkjanna var óheppni. En þrjár stoðirnar sem að þeir stóluðu á út úr þessu voru í fyrsta lagi, það var aðildarumsókn að Evrópusambandinu sem hluti af lækningunni. Þeir sóttu 1992 þegar þeir eru í miðri kreppinu, hún átti eftir að dýpka þá. Þeir sóttu þá og töldu það bara vera innlegg sem meðal inn í leiðina út úr þessu. Í öðru lagi þá létu þeir velferðarríkið milda þessi áhrif á almenning með alls konar aðgerðum. Það var reyndar mjög erfitt vegna þess að ríkisfjármálin fóru mjög illa og eins og mun gerast hér. Þannig að það þurfti að skuldsetja fyrir sumu af þeim aðgerðum en þeir fóru líka mikið í að skera niður í velferðarríkinu á sviðum það sem þótti minni ástæðu til þannig að það var flutt svona frá það sem var mígra og yfir í það sem að þörfin var meiri. Það kostaði alltaf mikið að hjálpa allir þessu atvinnuleysa fólki ef atvinnuleysi 18% þá gríðarlega ofsalega fjárhæðir. Alveg gríðarlega og það var þannig að velferðarútgjöld í Finnlandi þau fóru frá 25% af þjóðarframleiðslu í byrjun kreppunnar og upp í 35 þegar að mest var. Og þetta gerist náttúrulega hluta vegna lækkunar þjóðarframleiðslunnar en líka vegna aukina útgjalda. En samt skáru þeir og þrengdu réttindi á sumum sviðum og skáru niður lífeyrisgreiðslur sérstaklega til þeirra sem höfðu hærri tekjur úr öðrum áttum. Og svo juku þeir skatta til að greiða fyrir þetta og sem að var nú svona tímabundi og var svo snúið frá þegar að rofaði til. Þannig að velferðarríkið skipti mjög miklu máli og ekki hvað síst líka til að vera með alls konar aðgerðir gagnvart þeim atvinnulausu að reyna að koma fólki í einhverja virkni aukandi aðgerðir í endurmenntun og endurhæfingu til að reyna að hjálpa fólki að finna nýja leiður og koma sér fyrir á öðrum sviðum. Þannig að þetta var gríðarlega mikilvægt og þó að hafi ekki tekist að hreinsa þetta til fulls. En þriðja það er atvinnu það er náttúrulega frægt hvernig Finnar hafa tekið á sínu atvinnulífi og hefur verið svona svolítið lýsandi dæmi fyrir. Já, nákvæmlega. Þeir tóku upp nýja atvinnustefnu sem byggði á nýsköpun og þekkingabúskap og þeir ákváðu að þetta væri sá tími sem að þeir ættu að snúa frá dálítið gamaldags iðnaðar framleiðslu eins og þeirri iðnaðarframleiðslu sem að hafði selt vöru sem að Sovétmönnum þótti boðuleg og snúa sér að þessum nýju greinum og þeir gera þetta með þeim hætti að menn hafa svolítið sagt hér heima á Íslandi að það er bara auka útgjöld til menntunar, það var ekki aðalatriðið og það er ekki það sem við Íslendingar eigum held ég að gera. Þetta var aðaláhersla að búa til nýtt nýsköpunarumhverfi sem að hlúir að sprotafyrirtækjum, stóðkerfi við það, frumkvöðlasetur og koma nýjum hugmyndum frá einstaklingum eða smáfyrirtækjum og styðja við þau. Þeir byggðu þessar... Finna hugmyndirnar í grasrótinni hjá fólkinu. Nákvæmlega, já, og þeir notuðu mikið háskóla og rannsóknarumhverfi, byggðu þessar þekkingaþyrpingar við hvern einasta háskóla í Finnlandi 20 byggðu slíkt umhverfi, það sem var sérstaklega hlúða að þessum sprotum og þetta skilaði alltaf alveg gríðarlegum árangur. Þetta svolítið þessar hugmyndir sem að Björk Guðmundsdóttir og þú telur að við getum lært af þessu? Ég tel það tvímælalaust og þetta, sko ég held bara ef við tökum, þið voru að nefna hér álframleiðslu hér áðan og það er alveg rétt sem að einn viðmælandi nefndi að álver kallar á gríðarlega fjármuni, gríðarlega skuldir og ég held nú bara því miður sé það sjálfu leyst að álframleiðsla verður ekki leið framtíðarinnar vegna þess að ríkið mun ekki geta tekið lán til að byggja risa virkjanir. Landsvirkjun er orðin og skuldsett, lánshæfismat hins opinbera er komið niður úr öllu valdi, þannig það er alltaf dýrt. Það verði ekki byggð hér álver öðruvísi en að virkjanirnar verði í eigu útlendinga.
þá þurfa Íslendingar að horfast í augu við það ofan á allan umhverfisverndarþáttinn. Þannig að ég held að þessi grasrótarvinna sem að byggir á því að búa til öðruvísi risaverksmiðjur sem eru fámennis risaverksmiðjur. Við bara tekið Björk Guðmundsdóttur, söngkonu. Hún er svona eins konar nýsköpunarverksmiðja bara ein og sér og með sínu aðstoða fólki sem hefur lagt heiminn að fótum sínum og það er svona og það sem hún hefur verið að segja er akkurat í anda við þessa finnsku leið að við eigum að leita út í hina stóru grasrót og styðja við nýgræðinginn þar. Stefán, ég þakka þér fyrir að koma hingað í þáttinn. Við fáum hér 2 hagfræðinga, Jón Daníelsson og Gylfa Zoëga og svo Steingrímur Sigfússon í lok þáttarins.